Fósturforeldrar hafa ekki lengur aðgang að einkunnum og heilsufarsupplýsingum fósturbarna sinna eftir breytingar í þjóðskrá. Fósturfaðir segir að börnin séu ósýnileg í kerfinu og enginn taki ábyrgð á þeim. Mun meiri hreyfing mælist í Búrfellsgjá við Vífilsstaðavatn en á árum áður. Það tengist væntanlega atburðum á Reykjanesskaga. Engar kvikurhreyfingar eru þó merkjanlegar á svæðinu. Margir mistu af setningarathöfn Ólympíuleikana í París vegna skemmdarverka á hraðlestakerfinu í Frakklandi. Frelsi, jafnrétti og bræðralag var leiðarstefið í athöfninni. Verðandi forseti keypti á dögunum lítinn rafmagnsbíl og bifreiðaumboðið sá sér leik á borði og setti mynd af henni á Facebook með nýja bílnum. Kjörin voru góð, segir talsmaður umboðsins. Gróðureldar ógna stærsta þjóðgarði Albertafylkis í Kanada. Forsætisráðherrann felldi tár þegar hún lýsti eyðileggingunni. Gott kvöld. Börn í fóstri geta átt erfitt með að taka strætó eða sækja sumarstörf, fá lyf eða tíma hjá lækni eftir að skráningu þeirra var breytt í gagnagrunni þjóðskrár. Formaður félags fósturforeldra segir að enginn í kerfinu virðist ætla að taka ábyrgð á börnum í fóstri, þau séu ósýnileg. Guðlaugur Kristmundsson er fósturfaðir 2 ungra drengja. Hann hefur tekið börn í fóstur í 10 ár og er formaður félags fósturforeldra. Börn og fósturforeldrar þurfa að takast á við ýmsar áskoranir, en á undanförnum misserum hefur hindrunum fjölgað. Fósturforeldrar hafa ekki lengur greiðan aðgang rafrænar gáttir eins og Ísland.is og Heilsuveru. Sem hefur gert það verkum að við eigum bara mjög erfitt með að sinna bara foreldrahlutverkum okkar og umsjá og bara sjá börnin sem við erum að ala upp. Ástæðan er svo að Þjóðskrá Íslands breytti gagnagrunni sínum forsjá barna í ársbyrjun 2023. Nú eru það ekki lengur fósturforeldrar sem eru skráðir forsjáraðalar barnana, heldur sveitarfélögin sem þau búa í. Það sem við þurfum þá að gera og bætist á þá þau verkefni sem við þurfum að sinna fyrir þessu börn er að í stað þess að geta bara farið í apótekið eða farið til læknis, þá þurfum við að byrja að fara til barnaverndarþjónustu og fá þar hreinlega bara upp og skrifað að við megum eða höfum heimild til þess að gera eitthvað. Fósturforeldrar hafa lent í vandræðum við að sækja skóla og frístundastarf fyrir börnin sín. Fósturbörn og úlingsaldri hafa lent í vandræðum með að sækja rafræn skilríki og geta þar af leiðandi ekki sótt bílpróf. Til dæmis bara börn í fóstri sem eru bara sækja sumarvinnur og geta ekki ritað undir rafrænt með símanum sínum, ráðningarsamningarnir sína. Unglingar í fóstri geta ekki ferðast með strætó og nota strætókort og klapp vegna þess að þau hafi ekki aðgang að rafrænum skilríkjum. Guðlaugur segir að eftir breytinguna hafi engin aðgang að upplýsingum börnin. Fósturbörn eru þessi ósýnilegu börn í kerfinu sem að enginn virðist ætla að taka ábyrgð á. Barna- og fjölskyldustofa hefur unnið að lausn málsins. Í gögnum sem Fréttastofa hefur undir höndum kemur fram að sú vinna strandi á óljósri lagaheimild. Þannig að það sem það þarf að gera er bara, það þarf einhver núna hjá hinu opinbera að grípa í taumana og fara að keyra af stað þessi verkefni. Það er löngu búið að sjá því hvað það er að gera. Vart er orðið við meiri hreyfingar í Búrfellsgjá í Heiðmörk undanfarin ár eftir að eldsumbrot hófust á Reykjanesskaga. Engin merki eru þó kvikurhreyfingar þar. Landi hér í Búrfellsgjá er á sífelldri hreyfingu og einhvern veginn þegar maður stendur við þetta grjót hérna, þá hefur maður á tilfinningunum að það geti komið niður hvernig sem en það gerist nú varla. Það sem hefur eins og að vakið athygli vísindamanna á undanförnum árum er að hreyfingin á landinu hér er hraðari en menn er að venjast. Búrfellsgjá í Heiðmörk er rétt austan við Vífilsstaðavatn. Á svæðinu eru margar virkar sprungur. Við tókum eftir fyrir nokkrum árum að það voru sem sé höggun eða hreyfingar á þessum sprungum þegar var verið að skoða gervitunglamælingar. Þessar hreyfingar voru ekki miklar en málið var skoðað betur og niðurstöðurnar bornar saman við mælingar frá miðjum 7. áratugnum. Í ljós kom að hreyfingin var mun hraðari en hún var áður. Þannig að áður frá 1966 til væntanlega 2020 eitthvað svoleiðis þá var síið hérna í þessum litla Sigdal sem við erum í. Það var svona eitthvað innan við 1 millimetr ári. Þessi millimetri er nú 1 sentimetri á ári. Halldór segir þetta væntanlega tímabundið ástand sem tengist atburðum á Reykjanesskaga.
og margar sprungur hafi farið af stað í aðdraganda eldgoss í Fagradalsfjalli. Og þessi hérna er ein af þeim, en hún heldur áfram að hreyfast eftir þetta. Halldór bendir á að Búrfellshraunið sé 7300 ára gamalt og lítið hafi gerst þarna síðan hraun rann. En við merkjum ekki að síðan eina kvikurhreyfingar í gangi á þessu svæði hér. Þannig að þetta virðist vera bara afleiðing af þessari tognun á jarðskorpuflekunum sem er sífellt í gangi og hefur kannski aukist aðeins staðbundið hérna út af hreyfingunum lengur út á Reykjanesskagann. Og skjálftavirkni á Reykjanesskaga hefur færst í aukana undanfarnar vikur en er þó enn fremur lítil með við skjálftavirkni í aðdraganda síðasta goss. Kvikusöfnun og landris halda áfram á jöfnum hraða. Veðurstofa Íslands gerir ráð fyrir nýju kvikuhlaupi og jafnvel eldgosi á næstu 2 vikum. Í tilkynningu segir að kvikuhlaup án eldgoss geti skapað hættu og valdið tjóni í Grindavík. Vísindamenn Veðurstofunnar segja að það geti tafist eins og síðast en þeir þurfi að gera ráð fyrir að gos geti hafist á næstu dögum. Enn hefur ekki tekist að hafa hendur í hári þeirra sem unnu skemmdarverk í Frakklandi í morgun sem var til þess að járnbrautakerfið lamaðist rétt áður en Ólympíuleikarnir hófust. Saksóknari segir að glæpamennirnir eigi yfir höfði sér alltaf 20 ára fangelsi. Frakkar hafa haft áhyggjur af því að einhver kynni að reyna að nýta Ólympíuleikana í París til að gera óskunda og í morgun rofnaði samband við 3 af 4 háhraðalestum sem aka milli Parísar og annarra hluta landsins. Nous n'avions pas eu d'alerte spécifique avant ces actes de malveillance, ces actes de sabotage prévus. Là, aujourd'hui, nous sommes en alerte. Donc, évidemment, on a mobilisé l'ensemble des forces de sécurité, les drones également qui sont mobilisés. Donc, aujourd'hui, on a fortement accru la vigilance. Skemmdarvargarnir kveiktu leiðslum við lestarteinana en ekki vitað hverjir voru að verki. Fjölmiðlar í Frakklandi höfðu eftir sérfræðingum í öryggismálum að böndin bærust að vinstri sinnuðum öfgamönnum eða umhverfisverndarsinnum. Ætlunin hafi verið að valda tjóni en ekki mannskaða. Gabriel Attal forsætisráðherra neitaði að tjá sig þær ásakanir þegar fréttamenn leituðu skýringa. L'enquête démarre. J'appelle chacun à la prudence. Ce que l'on sait, ce que l'on constate, c'est que cette opération a été préparée, coordonnée, que des points névralgiques ont été ciblés, ce qui montre une forme de connaissance du réseau pour savoir où frapper. Fólk ráfaði brautastöðvar í leitað upplýsingum en engar fengust. Talið er að skemmdarverkin hafi áhrif á meir en 800.000 farþega helgina. On se pose beaucoup de questions sur l'organisation et tout ce qui s'ensuit, la sécurité. Ça, c'est pas normal. Et on sent que le climat il est assez stressant. Ouais. Tout le monde est assez stressé, les gens attendent, ils n'ont pas de solution, parce qu'on voit bien sur les écrans qu'il ne se passe pas grand-chose pour l'instant. Donc les solutions, il n'y en a pas beaucoup, donc ouais, c'est pas un climat agréable pour voyager aujourd'hui. Cérémonie des JO. Það er ekki hægt að segja að veðrið hafi leikið við skipuleggjendur Ólympíuleikana hér í París í kvöld því hér hefur rignt meira og minna í allan dag. Þrátt fyrir það var planið keyrt áfram og setningarathöfnin fór fram eins og fyrirhugað var á ánni Signu og var mikið dýrðir. Og það verður fjalla nánar opnunarhátíð Ólympíuleikana í íþróttafréttum hér rétt á eftir. Endurbætur á leikskólanum Brákarborg sem opnaði fyrir 2 árum í nýju húsnæði hlaupa sennilega á tugum milljóna. Sviðsstjóri hjá Reykjavíkurborg segir ljóst að pottur sé brotinn einhversstaðar í kerfinu. Leikskólinn Brákarborg flutti í nýbyggt húsnæði við Kleppsveg 150 til 152 þar sem kynlífstækjabúðin Adam og Eva var áður til húsa haustið 2022. Kostnaður við byggingu leikskólans við Kleppsveg var tæplega 1,3 milljarðar króna. Sama ár fékk leikskólinn fyrst mannvirkja umhverfisverðlaunin Græna skóflan. Þau eru veitt fyrir mannvirki sem hefur verið byggt með framúrskarandi vistvænum og sjálfbærum áherslum. Nú tæpum 2 árum síðar eru iðnaðarmenn aftur mættir í leikskólan en sprungur uppgötuðust í veggjum hans í sumar. Starfsfólk og börn snúa því ekki aftur þangað eftir sumarfrí, heldur fara í bráðabirgðahúsnæði í Ármúla. Og þá kemur í ljós að það eru gallar í byggingunni, eitthvað varðandi þyngdina á þakinu og þá þarf að styrkja líka þá veggi innanhús sem gera það verkum að það er ekki að uppfylla þá gildandi staðala. Hvað var það burð? Sérfræðingar voru fengnir til að taka út burðarvirki leikskólans og úttekt þeirra leiddi í ljós að þakið uppfyllir ekki gildandi hönnunarstaðla.
Þakið er of þungt með þann burð sem heldur því, með við staðla dagsins í dag. Þannig að við bara drifum okkur í að taka torfið og erum að vinna því að skoða hvar og hvernig á að styrkja og sá undirbúningur í gangi. Þannig að hér eru bara hafnar framkvæmdir. Í formlegu bréfi skrifstofu framkvæmda og viðhalds hjá umhverfis- og skipulagssviði Reykjavíkurborgar til allra verktaka og ráðgjafa sem komu að byggingu leikskólans er þeim tilkynnt mögulega hönnunar og eða byggingagalla. Borgin ætlar að skoða hvar ábyrgðin liggur. Þannig að það er bara ljóst að það er einhvers staðar pottubrot? Já, það er það. Það er ljóst og við þurfum að skoða hvar og hvernig það gerðist og hvernig við svo beitum okkur í því framhaldinu. Og hver er kostnaðurinn við þessar aðgerðir? Við vitum það ekki alveg ennþá vegna þess að við fórum bara strax af stað í framkvæmdir. Það getur alveg hlaupið á einhverjum tugum milljóna. Verðandi forsetahjón hafa fest kaup á nýjum heimilisbíl. Greint var frá þessu á samfélagsmiðlasíðu Brimborgar í gær. Rafknúinn smábíll af gerðinni Volvo var fyrir valinu. Talsmaður Brimborgar segir að verðandi forseti hafi fengið góð kjör. Staðar á henni að kaupa sér Volvo, veistu það? Já, sko, þau áttu náttúrulega Volvo og henni fór út. Þannig að þau þekkja Volvo. Þannig að þessi ákvörðun kemur nú kannski ekki óvart út af því. Það sem kannski vekur athygli er að verðandi forseti gefi færi á því að bifreiðaumboð noti nafn hennar til þess að auglýsa bíl. Er það viðeigandi? Já, sko, við erum náttúrulega kannski líka að reyna að koma Volvo á framfæri og kannski sérstaklega þessum rafmagnsbílum. Og við erum náttúrulega stoltir af því hún hefur valið Volvo. Og kjörinn? Hún hefur fengið góð kjör. Hún fekk góð kjör. Við erum alltaf með fyrir góða Volvo-kúna eða þess að við köllum þetta skildmennakjör. Einhver smá afsláttur. Já. Það kemur þó ekki í hlut verðandi forseta að aka öllum stundum á rafmagnsknúnu Volvo. Já, kannski hægt að fá sér aðeins stærri bíl. Hún er nú verðandi forseti. Já, þetta er náttúrulega þeirra bara enga bíl. Þannig að ég reikna nú með hún sé á embættisbíl þessu utan, sko. Já, það er kannski frekar að Björn verði á þessum. Já, ég svo það. En hún verður að svara fyrir það. Já, skottast frá Álftanesi og inn í bæinn. Já, til dæmis. Kaupa í matinn. Já. Það verður ódýrt fyrir hana. Og við þetta má bæta að Halla Tómasdóttir sagði í yfirlýsingu nú undir kvöld að ljósmyndin af henni og manni hennar við bílakaupin hefði verið birt á samfélagsmiðlum án þeirra vitundar. Þau hjónin hafi ekki farið fram á sérkjör þegar þau keyptu bílinn en boðist staðgreiðsluafsláttur, sambærilegur þeim sem þau fengu síðast þegar þau áttu viðskipti við Brimborg. Kakalakkar sem fundust á Landspítalanum fyrir á þessu ári reyndust langt lífseigari en starfsmenn spítalans reiknuðu með. Þeir voru enn á ferli miðjan þennan mánuð. Talsmaður spítalans segist vonast til þess að nú sé endanlega búið að farga þeim. Kakalakkar skutu upp kollinum í byrjun sumars á nýrnadeild Landspítalans í Fossvogi. Erlendur ferðamaður sem var lagður inn reyndist með fleira í farangrinum en hann hugði. Kakalakkarnir voru sagðir þýsk ættaðir en maðurinn var að koma frá Afríku. Guðmundur Þór Sigursson, deildarstjóri fasteigna og umhverfisþjónustu Landspítalans, segir að kakalakkarnir hafi ekki náð að dreifa sér spítalann. Heldur hafi þeir komið sér fyrir í einu herbergi og fjölgað sér þar. Eftir ákafar eitranir ættu þeir nú að vera dauðir. Hann segir að búið sé að breyta verklagi við móttöku á erlendum sjúklingum. Farangur þeirra sé opnaður í sér aðstöðu fjarri sjúkradeildum. Barack Obama, fyrrverandi Bandaríkjaforseti, tók af skarið í gær og lýsti yfir stuðningi við Kamilu Harris sem forsetaefni Demókrataflokksins. Beðið hafði verið eftir ákvörðun forsetans fyrrverandi. Kamala Harris fer með himinskautum þessa dagana þótt óvíst sé hvort hún geti skákað Donald Trump forsetaembættið. Málsmetandi menn í Demókrataflokknum keppast við að lýsa yfir stuðningi við hana sem forsetaefni flokksins. Reiknað með því að hún verði útnefnd í næstu viku, hálfu mánuði fyrir landsfund Demókrata. Ekkert hafði heyrst frá forsetahjónunum fyrrverandi Barack og Michelle Obama, þar til í gærkvöldi en þá fekk Kamala Harris símtal. Kamala! Hello. Hi! Hey there! Oh, hi, you're both together. Oh, it's good to hear you both. I can't have this phone call without saying to my girl Kamala, I am proud of you. This is going to be historic. We called to say Michelle and I couldn't be prouder to endorse you and to do everything we can to get you through this election and into the Oval Office. Oh my goodness. Michelle, Barack, this means so much to me. I am looking forward to doing this with the two of you, Doug and I both. And we're going to have some fun with this too, aren't we?
Forsætisráðherra Alberta fylkis í Kanada brast í grát þegar hún lýsti eyðileggingu hins sögufræga bæjar Jaspers í kanadísku klettafjöllunum. 25.000 manns urðu að leggja á flótta vegna gróðurelda. Illa hefur gengið að ráða niðurlögum gróðurelda sem kviknuðu á mánudag. We currently have over 177 wildfires burning on the landscape in the forest protection area. Over 55 of them are classified as out of control. Á hálftíma hafi eldurinn breiðst yfir 5 km svæði og eldhafið náði víða 100 metra hæð. Jasper þjóðgarðurinn er sá stærsti í Alberta fylki og 2,5 milljón ferðamanna sóttu hann heim í fyrra. 1984 komst hann á heimsminjaskrá UNESCO. Garðurinn dregur nafn sitt að bænum Jasper en 10.000 íbúar voru fluttir á brott, auk 15.000 sem voru í þjóðgarðinum. In the last day or so, we have all seen on the news and social media the horrific pictures and videos coming out of Jasper. Homes and businesses have been lost to a wildfire that people are calling a wall of flames. There is no denying that this is the worst nightmare for any community. Sérfræðingar telja að það taki langan tíma að ráða niðurlögum gróðurelda í Kanada sem í dag voru orðnir tæplega 1000. Forsætisráðherrann komst við á blaðamannafundi í gær. For many generations, the town of Jasper and the parks surrounding it have been a source of pride. With some of the most beautiful scenery in the entire in the world. Our grandparents visited to experience the majesty of this place with its mountains and lakes and meadows. Bæjarhátíðin Mærudagar haldin hátíðlega á Húsavík helgina og fagnar í ár 30 ára afmæli. Og þar Selma Margrét Sverrisdóttir fréttamaður. Já, Selma, hvað skemmtilegt að gerast á Mærudögum? Já, Birta, við erum stödd hérna á Mærudögum og Húsavík og hátíðin 30 ára í ár eins og þú myndist á og á þeim tíma geta skapast ýmsar hefðir. Hjá mér Aðalsteinn Árni Baldursson. Já, Aðalsteinn, hér fer fram rótgróin hefð, ekki satt? Jú, þetta við erum nú stendur yfir hrútafugl á vegum Fjárhundafélagsins hér Húsavík og þetta búið árvist í tæp 30 ár og við erum eiginlega vinsælasti liðurinn á Mærudögum ár eftir ár. Það bara slegist eins og þið sjáu hér fullt af fólki. Og hvað snýst þetta allt saman? Þetta snýst það að það mikið samkeppni hjá Fjárhundum og Húsavík að eiga fallegasta hrútinn og þetta bara keppni, þetta bara fegurðarkeppni, samkeppni hvaða hrútur best gerður, hvað með flestu kótiletturnar og lærisneiðarnar og flestu súpukjötsbittana og auðvitað þurfa að vera með góðan og öflugan punkt því að ef að punktlaus hrútur gerir ekkert í fjárrækt. Nei, það svoleiðis? Já, það bara þannig. En geturðu eitthvað sýnt okkur hvernig þetta gert? Já, það hér Bakkus, þetta frægur hrútur sem heitir Bakkus og hér bakið þessi mjög góður, það góð holdfylling hérna og bara kemur með hendina hérna aðeins og finnur alveg vöðvana hérna. Já. Þessi með svona 10 kótilettum meira heldur en venjulegur hrútur. Já, það svoleiðis. Já. Og svo hérna svo lærin, þú vilt hafa gott læri og taka á þessu hérna. Herra, hann ekkert voða sáttur? Jú, hann sáttur við því. En þetta mónt? Já, þetta mónt, hann bara látið þetta sjá. Svo þurrka ég bara hérna, hér allt í lagi með skjóðuna, það hérna 2 eistu og hann bara flottur þessi. Hann flottur þessi? Gerast ekkert mikið fallegri. Nei. Jæja, ég ætla þá að fara að fylgjast með af fullri athygli og við segjum þetta gott og sendum boltan yfir í efsta leitið. Takk fyrir þetta, Selma Margrét. Við vonum að sjálfsögðu að hrúta þuklið og allt hitt gangi vel helgina. En þá að veðri. Á morgun verður hæg, vestlæg eða breytileg átt og smá skúrir en síðan vaxandi sunnanátt og fyrir að rigna vestan til síðdegis. Hiti á bilinu 8 til 18 stig, hlýjast sunnanlands. Það Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum sem Almar Ormarsson sér í kvöld. Ólympíuleikarnir í París voru formlega settir við hátíðlega athöfnina signu í kvöld. Hákon Þór Svavarsson og Guðlaug Edda Hannesdóttir voru fánaberar Íslands. Sundmaðurinn Anton Sveinn McKee keppir fyrstur Íslendinga á þessum ólympíuleikum þegar hann syndir 100 metra bringusund í fyrramálið. Hann segist aldrei hafa verið í betra standi. Og leikið var í bestu deild kvenna í fótbolta í kvöld. Breiðablik gat endurheimt toppsætið. Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Fósturforeldrar hafa ekki lengur aðgang að einkunnum og heilsufarsupplýsingum fósturbarna sinna eftir breytingar í þjóðskrá. Fósturfaðir segir að börnin séu ósýnileg í kerfinu og enginn taki ábyrgð á þeim.
Mun meiri hreyfing mælist í Búrfellsgjá við Vífilsstaðavatn en á árum áður. Það tengist væntanlega atburðunum á Reykjanesskaga. Engar kvikurhreyfingar eru þó merkjanlegar á svæðinu. Margir mistu af setningarathöfn Ólympíuleikana í París vegna skemmdarverka á hraðlestarkerfinu í Frakklandi. Frelsi, jafnrétti og bræðralag var leiðarstefið í athöfninni. Verðandi forseti keypti á dögunum lítinn rafmagnsbíl og bifreiðaumboðið sá sér leik á borði og setti mynd af henni á Facebook með nýja bílnum. Kjörin voru góð, segir talsmaður umboðsins. Gróðureldar ógna stærsta þjóðgarði Albertafylkis í Kanada. Forsætisráðherrann felldi tár þegar hún lýsti eyðileggingunni. Það voru upptalið hjá okkur í kvöld. Við verðum hér á sama tíma á morgun og eftir Ólympíukvöldi, þar sem farið verður yfir það helsta á Ólympíuleikunum. Við ætlum eins og að ljúka þessum fréttatíma með myndum frá Héraðsvötnum. Verið sæl og njótið kvöldsins. Bræðslan, bein útsending frá tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði eystra. Framkoma Bræðslan, laugardag á RÚV. You know, I wrote an album that I'm really proud of about a bad situation that I got through, and that's pretty much where it begins and ends for me. It was an amazing period of her life, I know that. She was really, really happy around that period. Amy Winehouse gerð plötunar Back to Black. Bresk heimildamynd frá 2018 gerð plötunar Back to Black með Amy Winehouse sem kom út árið 2006. When I sit down to write a song, I don't think this will be good, I just sit down and just let it come out, you know what I mean? Amy Winehouse gerð plötunar Back to Black, mánudag á RÚV. Annað kvöld á RÚV, Ólympíukvöld, samantektur á viðburðum dagsins á Ólympíuleikunum í París. Bræðslan, bein útsending frá tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði eystra. Shakespeare og Hathaway, breskir sakamálaþættir sérkennilegt tvíeyki einkaspæjara sem fæst við margvísleg sakamál.